Þá ætlum við að halda áfram með þessar vefþjónustur og skoða hvernig við getum búið þær til í Express. En við getum alveg eins og við getum sendt frá okkur HTML eða texta eða eitthvað með Express, þá getum við auðveldlega líka sendt frá okkur JSON. Þá hættum við í rauninni að nota þetta resend eða resrender þegar við erum með template og notum í staðinn resJSON. Og resJSON tekur bara við einhverjum JavaScript hlut og sendir hann til clientsins. Þannig við þurfum ekki að gera JSON.stringify á einhvern gagnahlut, heldur bara sendum við svona og Express sér þetta fyrir okkur. Og setur rétta content típu, að við séum í raun að vera að senda frá okkur text JSON. Og síðan þegar við tökum við JSON-i frá clientnum, þannig að núna erum við búin að vera að posta formgögnum á serverinn, en núna frá clientnum, en nú ætla clientar að senda á okkur JSON-gögn. Og þá getum við notað JSON body parser middlewareið og það þá, við setjum hérna URL encoded, þá setjum við JSON í staðinn. Þannig að þá mun Express sjá það að taka við einhverju sem postað til okkar, lesa það úr requestinu og gera það aðgengilegt í rec body. Og þannig getum við tekið við JSON og sendt frá okkur JSON. Þannig að það þetta sem við þurfum til að geta búið til þessar RESTful þjónustu sem við ætlum að fara að gera. Síðan ef við tökum við einhverjum myndum í vefþjónustum eða skrám, þá þurfum við ennþá að vera með multipart middleware sem að leyfir okkur þá að lesa úr þessum straum sem kemur þarna af öllum gögnunum sem fara yfir til okkar. Þannig að þetta losar okkur ekki við þá kröfu. En við höfum síðan notað get og það sem sagt, þegar við erum með vef, þá bara sækir að vefinn okkar og við ítum okkur að taka það sem að sækir einhvern aðra síður. En þegar við erum að útfæra vefþjónustur, þá erum við yfirleitt að sækja einhverja lista af færslum eða einhverja staka færslu. Og ef við finnum færsluna eða færslunar, þá skilum við 200 OK, hérna eru færsluna þínar. Og ef að færsla eða færslunar finnast ekki, eða ef að færsla finnst ekki, skilum við 404 not found. Ef við biðjum lista af færslum og hann bara tómur, þá skilum við samt 200 OK, því að það bara málið, það bara engar færslur. Og það mikið notað svona pattern að vera með einhverja slóð sem þá eins og /items, /posts, /users eitthvað. Það gefur mér fylki af færslunum og síðan til þess að fá stakt item eða stakt post eða stakan user, þá segi ég /items, /id og þá fæ ég þessi staka færslu. Og þetta bara eins og við höfum verið að gera með Express. En þannig að ég geti beðið get á eitthvað slags, fengi einhverja tvær færslur, þannig að ég fæ fylki tilbaka sem inniheldur eina færslu og aðra færslu og færslunar hafa síðan einhverjar upplýsingar. Síðan sæki ég staka færslu, þá fæ ég ekki fylki, heldur þá fæ ég bara færsluna sjálfa. Þannig að við skoðum hvernig við getum útfært þetta. Og þetta mjög kunnulegt bara. Þetta raun ekki stórt skref frá því sem við erum búin að vera að gera. Þannig að þá núna opna ég hérna og hugsanlega einhver til mikillar gleði að skrifa vefþjónustu þýðir að við þurfum ekki að skrifa neitt útlit af því að gögnin okkar eru gögnin okkar. Það ekkert útlit, við erum bara að vinna í hráum gögnum. Þannig að það verður ekkert flóknara en þetta. Og síðan get ég núna farið hérna á /1 en svo get ég sagt /2, /3, þá fæ ég eitthvað hérna error not found. En þá ég líka núna, því ég að nota bara vafran, ég að missa af auka upplýsingum sem serverinn að senda frá sér. Þess vegna viljum við oft vera að nota eitthvað svona tól til þess að gera þessi köll. Af því að þegar ég bið hérna /2, þá fæ ég hérna status 200 OK. En þegar ég bið /3, þá fæ ég, þá fæ ég statuskóðan 404 not found. Út af því að það er engin færsla sem á heima á þessu ID. Og útfærslan af þessu þá að við erum bara með einhver statísk gögn hérna, við erum ekki að sækja inn í gagnagrunni, þó svo það væri ekkert svakalega stórt stökk að breyta því yfir eitthvað þannig. Og þegar ég bið /, þá sendi ég bara öll þessi gögn tilbaka.
Þannig ef við værum með einhvern gagnagrunn þá getur það litið einhvern veginn svona út. Const list jafnt og query eitthvað select stjarna from foo eitthvað, þú veist await og þá get ég sendt allar þær færslu tilbaka til clientsins og síðan þegar ég sæki stakafærslu þá getur það verið í raun from select stjarna from where id jafnt og eitthvað parametrast inn í query okkar en hérna hjá okkur að því við erum bara með þetta í geimagögnum í minni þá finnum við bara út frá id-inu í þessu fylki með því að nota find og ef við fáum eitthvað item ef þetta hérna skilar itemi þá fáum við itemið, annars fáum við null ef við fáum hérna null þá null falsy, þannig að þetta hérna mun ekki keyra þá förum við í þessu hérna línu og þá skilum við hérna status 404 þetta fannst ekki sem við baðst og síðan svona venjan þessi að skila frá sér einhverjum upplýsingum þannig að við séum ekki bara skilja notandann eftir bara eitthvað 404 að því hugsalega gæti að vera eitthvað meira einhverjum fleiri upplýsingar og þá sérstaklega þegar við erum að reyna að búa eitthvað til þá þurfum við að láta vita hvað klikkaði þú segir ekki bara eitthvað, hei þetta klikkaði, þú ert að giska á hvað var vitlaust hjá þér og síðan höfum við hérna fyrir aðra hluti þá höfum við not found handler sem skilur okkur þá líka bara 404 not found og hann mun þá tryggja að reyna að fara til svo 3 eitthvað þá fer ég á það og þá fæ ég hérna eitthvað not found og það hérna original early síðan þegar við postum þá ætlum við að fara að búa til nýja færslu út frá einhverju gefnu JSON-i þannig að þá þarf klientinn að geta sendt eitthvað frá sér og ef við fáum löglega færslu sem í lagi og við erum tilbúin til að búna til þá búum við hana til og skilum síðan 201 created og stundum oftast er færslunni sem var búin til henni skila með þannig að hérna ég bjóð þetta til fyrir þig hér er færslan sem ég bjóð til þá get ég gert eitthvað til dæmis ef ég væri að búa til eitthvað forrit sem að notar þessa vefþjónustu þá get ég sagt hey, cool, þú bjóstu færsluna hér er slóðin á færsluna þína og þá veit ég til dæmis hvað ID færslan fekk út af því að því var skilað með færslunni af því ég veit fyrirfram ekki hvort ég sé að fá færslunúmer með ID númer 1 eða ID númer 10 eða ef ID er bara hreinlega ekki tala þetta er bara einhver strengur þannig að það hjálpar til og svo ef að ég sendi inn gögnin en þau voru ekki lögleg þá skilum við 400 bad request og þá látum við líka vita hvað var sem klikkaði en síðan er annað sem að kemur upp á að það er ef að client eða notandi sendir ógilt JSON þá mun hérna Express fara í villumeðhöndlunina af því það gerist bara sem villa í því að passa requestið og ef við höfum bara villumeðhöndlunum okkar sem bara eitthvað 500 villa þá þetta í raun ekki okkur að kenna af því að notandinn gerði villu með því að senda okkur ógilt JSON þá þurfum við að láta vita því að það sé 400 villa en ekki 500 villa þannig að þá þurfum við í raun að komast að því hvort að villan sé hérna actual server villa eitthvað klikkaði, gagnagrunnur okkar niðri eitthvað eða hvort þetta sé út af því að JSON var vitlaust skilgreint og þá getum við bætt við svona smá hérna villan sem kemur inn hún búin til með throw new syntax error og statusinn 400 í villinni og body í errorinu þannig að body það sem að villan mun vera í villuskilabóðunum frá hérna túlknum þá ætlum við að skila 400 og segja invalid JSON og svo aftur þessi not found handler hérna sem við sáum áðan en ef við skoðum hvað gerist þá ef við útfærum svona dummy post endapunkt þannig að þá aftur hérna með einhverjar færslur sem ég geymi bara í fylki í minni og núna þarf ég verði ég að setja þennan JSON body handler á appið mitt af því annars mun Express ekki geta túlkað JSON sem kemur frá klientnum ég ætla áfram að hafa get á rótina skilar bara öllum gögnum sem til staðar þannig ef ég keyri þetta upp og ég sæki hér þá fæ ég þessa stöku færslu sem til staðar í byrjun sem þessi hér
En síðan skilgreini hérna að ef það postað á rótina, þá ætla ég að búa til nýja færslu. Og þessi færsla hún á sér eitthvað ID sem ég ætla að búa til, ég ætla að halda utan ID-ið og hún á sér eitthvað titil og ég ætla að krefja notandann það að senda eitthvað titil. Þannig að þá þarf ég hérna að útfæra einhverja villumeðhöndlun eða validation, réttara sagt, ekki villumeðhöndlun, á því að ég fæ inn einhver gögn og þá út af því að ég að nota body parserinn hérna, þá fæ ég title hérna í rec body ef að title sent. Ef að title ekki sent, þá ætla ég að setja það sem bara tómastrengin og síðan ætla ég að athuga ef að titillinn ekki strengur, sem við sjáum eftir hvað við að gera, eða titillinn ekki af lengd 0, af lengd 0, þá ætla ég að skila frá mig villu. Þá ætla ég að segja 400 villa, bad request, og ég ætla að segja notandanum hvað klikkaði. Og ég ætla að segja honum hérna svona í þessu minnsta sem ég ætla að segja honum hvaða reitur þetta var, það title, og svo ætla ég að segja hver var villan. Þannig gæti verið eitthvað meira. Þannig gæti verið fleiri upplýsingar, en þetta eru svona minnstu upplýsingar sem við viljum láta vita. Hvað því sem ég sendi inn vitlaust og af hverju það vitlaust. Þannig ég ætla að segja að title var vitlaust og title must be a non-empty string. Ef þetta hérna gerist, þá skila ég þessu, þannig ég fer ekki í næstu línur. Ef ég fer í næstu línur, þá eru gögnin mín lögleg og ég útbý eitthvað svona dummy ID. Þetta ættum við aldrei að nota inn einhverju alvöru, þetta bara fyrir þetta dæmi. Ef við erum að nota gagnagrunn, þá látum við gagnagrunnin sjá ID fyrir okkur. Og síðan bý ég til þetta item, nýja itemið, með því að segja að ID-ið þá næsta ID-ið. Þetta bara finnur hæstu töluna á ID-unum og hérna bætir við einum, þannig til að við klárum að fara í gegnum allt og setjum síðan titlinu sem við búum til. Bætir því síðan við fylkið og skilum síðan iteminu sem við byggum til. Þannig að þegar við förum að posta, þá get ég farið hérna, ég get sagt skipt to get, í post, þá get ég farið hérna í body og þá hef ég hérna möguleika, þetta ends type-ið á því sem að fara yfir milli, hérna form data sem við höfum notað, form URL encoded sem við erum að búa til form í gegnum HTML. En við ætlum að velja raw, þá sendum við bara einhvern ráan texta yfir og við ætlum að senda með hvernig textið þetta hvað MIME typeið, hvað content típan á þessu og það ætlar að vera JSON, hérna application JSON og þá get ég sendt hérna eitthvað JSON, þannig að ég get sendt hérna bara tóma JSON hlutinn og ég sendi hann og þá trigger þetta validation og ég fæ 400 bad request og þá fæ ég villuna mína hérna. En svo ef ég sendi eitthvað sem ólöglegt og ég sendi það, þá fæ ég aftur 400 bad request og núna invalid JSON og það út af því að hérna erum við að athuga hvort að þetta villa sé tilkomin út af því að það hafi verið reynd að parsa JSON og það hefur klikkað. Ef við tökum þetta út, kann ekki á töluna mín lengur, svona, og sendum núna vitlaust, þá fáum við internal server error, út af því að þá klikkaði bara serverinn, bara eitthvað, kann ekki parsa þetta JSON, ég hrundi. Þess vegna viljum við hafa þetta inni. Síðan, ef ég segi hérna title, þá get ég núna í raun, og þá fyrir þetta að koma inn svona, þegar ég setja upp þessa þjónustu, þá þarf ég að hugsa mig, ok, best case náttúrulega bara einhver sendin hérna feed title og allt bara gangi vel og búin til ný færsla. En hvað ef ég sendi inn tölu? Það löglegt? Af því að tala myndi í raun vera túlkuð og tala myndi þá koma hérna og title hérna yrði í raun af típunni type of number og ef ég væri ekki með þetta hérna, þá myndi það í raun vera sett sem lögleg gögn og svo myndi það fara inn og hugsanlega myndi lendi einhverju vandræðum seinna mér nema ég myndi kalla í toString eða eitthvað svoleiðis. En við getum líka að passa bara upp á og við viljum bara fá strengi hérna. Það bara einfalda málið, þú sendir inn strengi, ég tek við strengi. Þannig að ef ég sendi 1, þá fæ ég aftur non-empty string. Og síðan höfum við put og þá ætlum við að uppfæra færslu. Þannig að við erum með einhverja færslu með einhverjum gögnum og við ætlum að taka bara og við ætlum að setja bara yfirskrifa þá færslu með nýrri færslu með einhverjum gögnum frá okkur. Og þá aftur, ef ég reyna að uppfæra einhverja færslu sem ekki til,
þá þarf ég að láta vita því, þá þarf ég að skila 404 not found. Og ef hún er lögleg, þá skilum við 200 OK, stundum með færslu sem ég ástæði á hann, þannig að ég veit þá bara hvað þessi færsla var uppfærð, hún lítur núna svona út. Og aftur, ef hún er ekki lögleg, þá þurfum við aftur að athuga, er þetta lögleg færsla hún uppfæra, ef hún er ekki, bad request. Þá er þetta keimlíkt hérna, nema núna er ég með 2 færslur hérna og ég er ekki með stuðning við post, heldur núna nota ég þess að nýja aðferð hérna sem við höfum ekki séð áður. Ég er með bara app.put sem að mun þá svara, Express mun svara ef að fær request sem er með methodinu put á / eitthvað ID, þá mun það svara fyrir það. Og þá þurfum við aftur hérna að taka title og name úr body og við þurfum að finna itemið, ef að itemið finnst ekki, skilum við item not found. Og síðan núna verður þetta aðeins flóknara, þegar núna þurfum við að athuga 2 reiti. Við þurfum að athuga hvort að title sé í lagi og hvort name sé í lagi. Þannig að þá eru margar leiðir á þessu verkefni, en svona ágætlega er að hafa eitthvað fylki af villum sem við ítum síðan í, bara öllum villunum sem við lendum í. Og að lokum athugið, er fylki sem ég byrjaði með, er það tómt, þá hlýtur þetta að vera í lagi. Er það ekki tómt, þá hlýtur það að vera villa. Skilum þá 400 og villunum. Ef við skilum ekki hér, þá er hann uppfærið við itemið og skilum síðan hérna með 200. Hérna er itemið þetta uppfært. Þannig að þá núna, ef ég reyna að posta núna einhverju hérna, þá fæ ég bara 404 not found af því ég er ekki með neitt handle fyrir postið mitt lengur. En ef ég fyrir get, þá fæ ég þetta hérna og þá er þetta hérna að núna fæ ég þessa færslu, þannig að þetta er eitthvað representation á þessari einingu, þessari auðlind hérna og þá get ég tekið hana og ég get sagt hérna put á 1 þessa færslu ID skiptir ekki máli að má fara með en það er ekki tekið tillit til þess og ég sendi þetta og 200 OK færslan var uppfært, en hún var bara uppfært nákvæmlega eins og hún var á hann. En ef ég segi hérna eitthvað ASDF setja XCFF þá er hún uppfærð og þetta er nýja hérna, færslan og ef ég sæki núna allar færslunar þá er hún uppfærð hérna. Síðan fáum við þetta næsta skref, hvað ég vil bara uppfæra 1 reit, ekki alla. Þá getum við nota paths og þá gildir þetta sama. Ef hún finnst ekki 404, ef hún er lögleg og allt í lagi, skilur 200 OK. Ef hún er ekki lögleg, 400 bad request. En út af því að við þurfum að fara að púsla saman, við þurfum að athuga, hvað verður að senda inn title? Ok, þá ætlum við að fara title. Er title í lagi? Já, ég þarf bara að athuga hvort þessi í lagi ef það var sendt inn. Þegar annars er ég ekki að fara að uppfæra title, en ég þarf ekki að validata title. Svo er ég framhaldinu líka, ef title í lagi, þá þarf ég bara að uppfæra title á þessari færslu. Og ef við erum að nota þetta í hérna, með gagnagrunni, þá þurfum við einhvern veginn að fara að búa til dýnamískar SQL fyrirspurnir sem við skoðum aðeins á eftir. En þannig að þá fáum við hérna og sama á áðan, nema núna þurfum við þegar við tökum við þessum gögnum, þá erum við ekki lengur að setja hérna eitthvað svona að þegar við viljum í raun athuga hvort að gögnin sem komið inn séu til staðar eða ekki. Hérna er bara hjálpafall sem athuga hvort að S sem kemur inn sé null eða undefined. Það er hérna weak comparison, en það er í raun 2 jafntamerki í staðan fyrir 3, þannig að 2 jafntamerki við null athuga ná bæði undefined og null. Svona skemmtileg virkni í type coercioninu í JavaScript. Og hvort að S sé falsy, þetta er svolítið latt hérna út af því að ef að S er til dæmis tómi strengurinn, þá myndi þetta segja að þetta sé tómt, sem er ekki endilega það sem við viljum, alltaf. En síðan byrjum við bara eins og áður, athugum hvort að færslan finnist. Ef hún finnst, þá ætlum við að athuga hvort að það sé eitthvað sem það þarf að uppfæra. Þannig að þá athugum við, er title sent inn? Já, það er sent inn.
þá þurfum við að validata þetta og ef það er validation villa þá sendum við það í errors fylkið, sama fyrir name, sama hérna, ef að fylkið okkar er tómt, þá erum við í lagi, annars sendum við villunar og síðan í raun pössum við upp á það að uppfæra bara ef eitthvað var sendt. Þannig ef að title er ekki lengur empty, þá sendum við title og ef að name er ekki empty, þá uppfærum við name og skilum síðan færslunni. Þá fáum við hérna að við getum núna patsað hérna færslu nummer 1 og við getum sendt inn bara name og þá uppfærum við bara name. Það er validata hérna. Name must be an unempty string. Eða ég ætla bara að uppfæra title. Þannig að þetta getum við fara að púsla þessu saman. Svo bara eftir því sem eru fleiri hlutir, þá verður þetta meiri leikfimi að láta þetta ganga upp. Og síðan delete, þá athugum við færsla finnst ekki, skilum 404. Ef við finnum hana og við eyðum henni, þá skilum við 204 no content, af því að við eyddum færslunni, við vitum ekki lengur hvernig færslan lítur út og notandinn fær þar leiðandi ekki neina færslu til sín. Og útfærsla þessu væri þá hérna, við erum með fylkið aftur, delete, finnum fyrst færsluna. Ef við fundum færsluna, þá notum við splice sem að fjarlægir stak úr array. Við finnum í raun hvaða stak á að fjarlæga. Það gefur okkur hérna indexið á henni, þannig að ef það er stak nummer 2, þetta hérna, þá verður indexin 1 og þá fjarlægum við indexin 1 og 1 stak þar með frá. Þannig að þá fjarlægum við nákvæmlega þetta stak. Skilum síðan 204 og end, þegar við höfum við höfum ekkert content til þess að senda, annars 404 fannst ekki. Þannig þá höfum við þessar færslur okkar hérna og við erum með 1, 2, 3, 4 og við ætlum að eyða nummer 1, 204 no content og núna ef ég reyni aftur þá fæ ég þessi 404 not found. En þú veist, það er alltaf í lagi, ég get alveg 1 eins ofta og ég vill. Það gerist ekkert annað en að færslunum var 1 í þetta fyrsta skipti. Og svo 2, og svo eitthvað 5, sem var ekki til, not found, 6 not found. Og núna ef við sækjum síðan hennar grunnlista, þá sjáum við bara eftir færslur 3 og 4. En þegar við erum að hanna vefþjónustur, þá skiptum við alveg gír og við erum ekkert að spá í útlitun okkar, en það þýðir ekki að þetta sé auðveldar einhver leiti, þegar við þurfum að fara að þóknast mun erfiðari hópi fólk sem eru forritarar, sem eru mjög nitpicky yfirleitt, og ef að þið skrifið vefþjónustu sem að make up sense fyrir ykkur, en svo kemur einhver alveg kaldur að hennu og ætlar að nota hana og make ekki sense, þá verður fólk, það verður ekki sátt við ykkur. Af því að þegar við erum að búa til eitthvað útlit, þá höfum við alveg svona, ég get svona túlka þetta eins og ég vil. Já, ok, þetta brotnaði þessi linkur. Kannski ef ég fer hérna og íti svo og þetta hérna, þá er það í lagi. En þú veist með vefþjónustu, þá er þetta bara mjög klippt og skorið. Annað virkar þetta eða virkar ekki. Og við getum sparað öðrum ótrúlega mikið tíma með því að vanda okkur þegar við smiðum vefþjónustur. Þannig bara þegar þið farið að smíða vefþjónustur, þá setjið ykkur spor annarra. Þegar ég hef setið oft þau megin við borðið að fá vefþjónustu til mín sem er ekki make ekki sense og horft á aðra vera að vinna með vefþjónustu sem make ekki sense og fólk bókstaflega rífur úr sér hárið. Þá er þetta svona, það þarf eitthvað samræmi. Ef ég kalla eitthvað einhvern tímann username, ekki kalla það síðan user eða name eða username með stóru enni eða user bandstrik name einhverstaðar annars staðar. Bara halda samræmi á þeim stöðum þar sem að vera að nota. Kalla sama hlutin, sama nafni, alltaf. Og samræmi á því hvernig við búum til urlinn okkar. Þannig að ef við ætlum að vera með eitthvað, sækja eitthvað lista, verður þá með heitið á því í fyrstölu eða í eintölu og hafðu það í gegnum allt. Ekki allt í hafa einhvern endapunkt sem biður product sem skilaði lista af products að menn með users, categories og svo framvegis. Og samræmi á villuskilabúðum, þannig að ef ég fæ einhvern tímann villuskilabúðu í einhverju formi, ekki gefa mig þau á einhverju öðru formi seinna. Og síðan bara þetta, athuga, hvað gerist ef eitthvað? Hvað gerist ef einhver sendir inn tómastrengin hér?
eða sendir inn false þegar ég býst við tölu eða sendir inn tölu þegar ég býst við streng. Og hvað gerist ef eitthvað beðið eitthvað sem ekki til? Hvernig býstu bregst ég við því? Ég oft sé bara eitthvað, allt virkar eins og á, en svo ef ég beðið eitthvað sem ekki til, þá fæ ég 500 villi. Út af því að það var bara ekki hugsað út í það. Alltaf þegar ég var í mindsetinu, öll gögnin eru til alltaf. Þannig ég að vinna þetta. Og hvað ef einhver villa kemur upp? Hvað ef einhver óþekkt villa kemur upp? Er eitthvað sem grípur hann og lætur vita? Er eitthvað sem að þegar ég kem bankandi upp á hjá þér eða sendið tölvupóst alveg brjálaður eitthvað, ég var að reyna að kalla þetta sem það virka ekki neitt. Geturðu debugga, geturðu farið og sé logga og sé hvað gerðist. Og svo önnur svona leið til þess að hanna svona vefþjónustur að kúpla ekki saman vefþjónustu skilin, þetta að vera með get og post og put og pats og delete aðgerðirnar tengt saman, tightly coupled við virknina sjálfa. Heldur búa bara til eiginlega svona 2 forritið sjálft sem að gera alltaf vinnuna og síðan þetta vefþjónustu lag sem svona setur þunnt ofan á virknina sem þá að kalla bara í föllin og mappa svörin frá forritinu yfir í HTTP svör. Og síðan þegar við fyrir að vinna þessi verkefni með þessu, með vefþjónustum, þá þurfum við að gera svona dýnamískar fyrirspurnir. Það þarf að gera það í verkefni 4. Það þá þetta þegar við erum að vinna með einhvern hlut og það ekki nóg fyrir okkur að nota prepared statement. Og þegar prepared statement nær bara og parameterized query, þetta sem við notum hann að þessu $, í staðan fyrir að setja strengin inn, nær bara ákveðið langt í að passa okkur. Að veita okkur aðganga virkni á öruggan máta. Það til dæmis ef við ætlum að gera order by, þannig ég með einhvern lista af hlutum og ég vil geta breytt því í hvaða röðanum raðað. Þannig ég vil fá hann raðað eftir ID í fallandi eða í ascending eða descending röð. Þá getum við ekki sagt order by $1, af því það ekki, prepare statement getur ekki farið inn í order by dálkinn. Þannig að þá þurfum við að setja inn dýnamist inn í strengin okkar hvernig við ætlum að raða. Og sama ef við ætlum að gera patchköllin, þar sem við erum bara að uppfæra eitt hlut, þá getum við ekki gert, þá þurfum við að vita hvað þarf að uppfæra og við þurfum að uppfæra nákvæmlega það sem þarf að uppfæra og ekkert annað. Þannig að þegar við erum að gera með update statement, SQL statement, þá þurfum við að segja update, tabla, set og svo alla reytina sem við ætlum að uppfæra en bara nákvæmlega það sem við ætlum að uppfæra. Þetta bara, maður þarf að fara afskaplega varlega að þegar við erum að fara að búa til einhverja strengi sem eru síðan sendir yfir á SQL-þjón og þannig alveg minnstu mistök opna fyrir SQL injection árásir sem að munu skilja ykkur eftir í vondum málum ef eitthvað kemur upp á. Þannig dæmi það að ég vil einhvern veginn lista úr einhverjum items eftir ID-inu, annarkvort ascending eða descending, ask eða desk röð, hvort raði ég fyrst háutölunum mínum eða fyrst lágutölunum mínum. Og þetta var einhvern veginn að koma inn þannig ég get í query-strengnum sagt order ask eða eitthvað annað og eftir því hvernig það kom inn þá ætla ég að breyta svarinu mínu, breyta röðuna því. Og þá í raun tek ég ekki gildi sem kemur frá notandanum, heldur ger ég einhvern samanburð í athuga, sendir þú notandi inn nákvæmlega strengin ASC í hástöfum. Þannig að þá þetta orðið bara boolean gildi og getur alltaf bara verið boolean gildi. Og síðan ætla ég að segja röðunin mín ætla að vera, ef þetta true, verður hún ID ask, annars verður hún ID desk og ég síðan slengi því inn í SQL-ið mitt. Þannig að ef ég myndi gera eitthvað annað eins og segja order ID og svo myndi ég slengja inn þessum streng, þá ég búinn að opna á SQL injection. Þannig að það ekki, þetta alltaf mjög stutt í að gera svona villur. Og síðan get ég sendt þetta áfram, vissum það að það sé aldrei að fara að gerast neitt sem ég ger ekki ráð fyrir. Því það eru bara nákvæmlega 2 case sem getur verið order by ID ask eða order by ID desk. Síðan þegar við erum að búa til færslur hjá okkur, þá viljum við, eins og ég sagði áðan, við viljum senda færsluna með. Og þá þægilegt að nota þennan returning syntax í Postgres til þess að fá tilbaka þá hluti sem við viljum senda með til notandans. Þannig að ég bjó til einhverja færslu. Ég þarf ekki síðan eftir ég insertaði færslunni að gera aftur select eftir einhverju, eftir hverju,
veist, að ég veit ekki ID-ið og ég sé þetta eftir því sem ég var að inserta, þetta verður svona skrítið. Þannig að þá getum við sagt þetta insert into items, einhver texta hérna og svo returning og þá get ég skila dálkunum sem eru til staðar í töflunum minni fyrir færsluna sem var verið að búa til. Þannig að þá get ég fengið hérna ID og created, eitthvað sem var búið til að gagnagrunninum en ég veit ekki þegar ég framkvæmi þetta og eða áður en ég framkvæmi þetta. Og sama ef við erum að eyða, þá getum við þurft að gera hérna á ég fyrst að selecta eftir ID-inu. Ef að það var til færsla, þá eyði ég henni síðan, eða getum við bara gert þetta í einu. Og þá getum við nýtt okkur það að þegar við framkvæmum delete eða update eða insert, þá fáum við alltaf tilbaka hversu margar raðir hérna var átt við. Þannig að ef við segjum delete from items where ID jafnt og 1 og ID 1 var til, þá mun row count vera fjöldi raða sem var átt við, sem væri það nákvæmlega ein röð. Og við getum þá vita að einhverju var 1, annars ef það væri 0, þá getum við sagt, hei, 404, þetta var ekki til sem þú ættir að eyða. Þannig að þetta hérna verður true þá að því aðeins að það var nákvæmlega 1 í röð 1. Og þá var náttúrulega mjög leiðilegt ef við myndum ekki eitthvað hérna á eyða öllum færslunum, þegar þá væri þetta náttúrulega stærra en 1. Þannig að ég hvort maður myndi vilja vera með hérna jafnt og stærra en 1. Já. Þannig að núna ætla ég að taka dæmi sem ég var búinn að gera hálf tilbúið og það í raun þetta að taka þetta sem við vorum með hérna í minni og færa það yfir í að vera með það í gagnagrunni. Þannig að þetta fylgir bara þessu sem við höfum verið að setja upp. Það hérna eitthvað setup sem býr til einhverja töflu og insertar einhverjum gögnum. Þannig að til þess að byrja þetta verkefni þá þarf ég að geta nýtt þetta dæmi, þá þarf ég að vera með eitthvað env hérna og ég þarf að vera með slóð á gagnagrunninn minn og ég þarf að vera að búa til gagnagrunnin, þannig að ég get hérna gert create db app API, hann þetta til, þannig að ég bara nota hann. Þetta í lagi hérna fyrir mig. En þá get ég keyrt hérna node setup us, það eyddi töflunni, sett hana síðan upp aftur, bætti við þessum gögnum og síðan hef ég hérna app sem að gera þetta sem við erum búin að vera að gera. Það er að nota .env til þess að lesa upp úr env-skránni. Það er að nota express. Hérna erum við síðan að nota eitthvað API, þannig að þarna er þetta eins og við höfum verið að require einhver middleware sem að einhverja rátera sem að skila okkur HTML-i. Þessi mun skila okkur bara API-in okkar. Síðan sæki ég hérna port og host með einhverjum sjálfgerðum gildum ef þess þarf. Setja upp appið okkar, setja upp JSON middleware til þess að tekið við JSON-um frá notandanum. Nota appið, setja hérna upp 404 handler, setja upp error handler sem kann á þetta invalid JSON og starta sér appinu. Og síðan er ég með þetta aðskilið hérna að því leyti að ég er með 2 skjöl. Aukalega er ég með hérna bara 1 query fall til hjálpar. Þannig að ég er með hérna eitthvað API og API-ið ætlar að setja upp bara API-ið mitt. Það er að segja bara REST API-ið mitt. Síðan er ég með forritið mitt sem er ekki stórt núna, en forritið mitt framkvæmir virknina sem ég vil gera. Og hún er í sér í lagi það að hún á að vera með geta birt einhverju af þessum itemum sem voru með hana og itemin voru þannig að það er title og text og svo að geta uppfært eitthvað. Þannig að þá myndum við vilja vera með eitthvað ID hérna og eitthvað item sem við viljum uppfæra þetta item. Þannig að það myndi þetta að vera einhvern veginn. Ef við skrifum fyrir þetta number ID of item to update og þetta væri object item to update og updates on item og við ætlum að leyfa sér það að uppfæra bara hérna annarkvort title eða text eða bæði, þannig að við ætlum að vera með svona patch aðgerð. En þessu forrit er alveg sama. Þetta forrit ætla bara að bjóða upp á þessa virkni, hvernig við myndum uppfæra þetta. Updates on item, either it's title, text or both. Svona. Þannig að þarna er eitthvað sem við þurfum að útfæra.
En API-ið okkar síðan sækir skilin, API-ið frá þessu forriti og gerir þau síðan aðgengileg og bætir við þessum HTTP hlutum sem við þurfum til þess að geta svarað með restþjónustu. Þannig hérna höfum við þennan list-route sem skilar okkur listafæslum og þá skilar það hérna JSON af þessum itemum og svo erum við með þetta paths-route og þá hérna tók ég bara svona pattern sem ég hef stundum notað að það er hérna eitthvað update sem á að eiga sér stað og það er þetta update úr forritinu okkar og við tökum þetta úr requestinu okkar þannig að það er það sem þetta API sér það sér að finna þessa hluti úr requestinu sem kemur frá klientum pikka út þessa hluti, senda þá inn í forritið taka síðan við frá forritinu er ekki success þannig að þá segir forritið mitt skila hlut sem við þurfum að skilgreina hérna returns object já, getur þetta og þetta success er bara true eða false ef það tókst að búið til fæsluna þá er það true, annars ekki og eitthvað validation sem er fylgi af þessum validation hlutum þetta er bara villum sem komu upp og ef það sem kemur upp þá skilum við 400 og hérna þeim villum sem komu upp ef þetta tókst ekki og þetta er ekki fæslan fannst ekki þá skilum við 404 not found annars skilum við restatus 200 og result item itemin sem var búið til eða hérna var uppfært þannig ef við keyrum þetta upp og getum hérna þá fáum við núna úr gagnagrunninum fæslurnar þannig að þær eru að koma þaðan en ekki úr hérna minni þannig að við erum að segja hérna await query, select stjarna from items, return result rows síðan þurfum við að útfæra hérna eitthvað sem að uppfæra þetta fyrir okkur þannig við þurfum að segja við þurfum að finna fyrst itemið sem að sem á að uppfæra existing item jafnt og await query þannig að það verður select stjarna from items where id jafnt og $1 og sendum inn id-ið þetta þarf að vera async og síðan ætlum við að segja hérna sem sagt if not þá ætlum við að skila þessum hlut okkar þá er þetta success false og not found true annars ætlum við að skila bara hérna null haldum því þá getur eitthvað annað kemur í ljós þannig að núna ef ég reyni að gera paths þá er þetta hérna þessi forrit alveg saman hvernig við gerum paths eða hvort það sé eitthvað annað forrit sem kallar eitthvað þannig að þá er ég með hérna paths route sem er á router paths id paths er út og þetta er async val tekur þessi gögn og sendur það áfram þannig núna ef ég reyni að gera paths á fæslu 5 og ég sendi þá fæ ég internal server error cannot read property success of null þannig að það er spurning hvað kom upp hérna þannig að við fórum hingað console log system item hvað erum við að fá hérna út úr þessu já, þannig að við þurfum að skila fields rows verður tómt þannig að if hvað er þetta hérna fyrir result if result rows jafnt og 0 þannig að við fengum tilbaka nákvæmlega enga fæslu aftur property success of null result rows console log result jájá length, þetta er fylki svona já, hérna, þetta er bara
ganga rows length já, herri, við erum að fara hingað, það vill hann að koma upp hér result success, við erum að hafa þetta fyrir ofan hérna eða við getum skila líka hérna validation tóma fylkið af því að það kom ekki upp nein villa svona en núna ef við fáum þetta hérna þá fáum við núna 4 not found þannig að þá getum við ekki patsað eitthvað sem er mikið til ef þetta var samt til þannig að við ætlum að fara að uppfæra eitthvað þá ætlum við að sjá hvort að þetta item sé í lagi eða ekki þá er þetta gott að búa til eitthvað svona hjálpafall function validate það er title og text og þá ætlum við að ræna hérna úr þessu og þetta validator hvort það sé í lagi að uppfæra ekki þannig að if not is empty title bara ennþá grófari hérna tökum þetta líka þannig að þetta er það sem við ætlum að segja ef að þá að uppfæra title þá verður title að vera ekki tómi strengurinn og við ætlum að vera hérna með eitthvað fylki sem við ætlum að skila og þetta á síðan líka við text svona text must not be an empty string ok, þannig að núna getum við validatað þetta þannig að getum við sagt hérna validation result og validate item.title item.text og if validation result length stærri 0 return svona svona þannig að núna ef við sendum eitthvað inn sem að er ólöglegt á item 4 og við skrolla hérna upp, show body eitthvað svona þá fáum við title must be a non-empty string síðan ef ég sendi inn text líka sem tómastrengin þá fæ ég villu fyrir bæði en núna sem sagt ef ég gerir svona réttur title þá fæ ég bara fyrir text þannig að núna er í raun nú sendi ég inn rétta færslu þannig að núna fæ ég internal server error að ég skilaði null en ætti það í raun að vera að skila einhverju uppfærslu þannig að þarna þarf ég núna að fara að athuga í raun hvort er ég að fara að uppfæra þannig að þá þarf ég að útbúa eitthvað query og það er einhvern veginn svona update text set title jafnt og svona text jafnt og svona where id jafnt og svona þannig að við gerum þetta hérna og brjótum þetta eins upp en núna er að þetta hérna getur verið bæði title og text eða bara title eða bara text þannig að þá þurfum við eitthvað að fara að eiga við þetta hérna og komast að því hvað þurfum við að uppfæra og svo þurfum við að passa líka þegar við þurfum að uppfæra hlutin að við mögum ekki bara senda beint úr frá clientnum heldur þurfum við að parametra þessa það sem við erum dýnamist að fara að búa til þannig að þetta verður svona smá vesen en síðan þegar við erum búin að finna út í hvernig við ætlum að gera það þá höfum við sagt, update result verður query q og síðan eitthvað fylki af updates og höfum það bara hérna uppi const updates verður eitthvað fylki sem við eftir að fylla inn í
og þegar að það er búið að keyra þetta updates, þegar það er búið að keyra þetta þá getum við sagt hérna return update result rows númer 0, þá er það í raun röðin sem var uppfært, þá skilum við því sem var uppfært. En ok, ef við gerum þetta svona og við segjum bara updates verður þá bara item title, item text og ID 1, 2, 3 fyrir þetta, þá ættum við núna að geta uppfært fæsluna svona. Nei, það er eitthvað aðeins hjá okkur. Text does not exist. Items heitir þetta. Við þurfum að segja items. Aftur. Cannot read property success of undefined. Úps. Af því að við ætlum að gleyma því að við ætlum að skila þessu á einhverju svona formi. Success, true, item, svona. Þannig að þetta uppfyllir það sem við erum með hérna, result.item. Þannig að núna fæ ég hérna 200 OK, einhvern veginn vegna fæ ég ekki fæsluna mína. Update result, console log. Result, rows, já, þá vantar mig hérna returning ID title text, svona. Server error, returning Veitu, þetta, ég kann ekki að skrifa, sko. Returning. Svona. Hvernig maður skrifa og hlutin gangu upp. Þannig að núna er ég búin að uppfæra þessa fæslu, en ef ég geri núna án þess að vera með text, þá fæ ég hérna allir text null, sem er ekki það sem ég vildi, því ég vildi patcha þess, ég vildi ekki uppfæra með null sem var það sem kom hana inn á það. Þannig að þá þurfum við einhvern veginn að laga það. Og fyrsta sem við ætlum að gera er í raun að segja að við ætlum að færa ID-ið fremst, því ég veit alltaf að ID-ið á að vera, það er fast í hjá mér, það er alltaf það sem er hérna. Þannig að þá verður þetta einhvern veginn svona og svo verður þetta hérna eitthvað, einhverjir dálkar sem er verið að fara að breyta. Þannig að þá getur ég sagt hérna changed columns og þá ætlum ég að segja const changed columns. Verður eitthvað fylki, þetta er ein leið, aftur, það eru fleiri leiðir að þessu og þá getur ég sagt hérna, ok, hvað er ég með? Er ég með is empty item title eða not is empty, þá ætlum ég að gera title, annars null, sama fyrir text, svona, og síðan ætlum ég að filtera út, þannig ef ég er að uppfæra title, þá verður title, strengur title, annars verður það null, ef það er text, þá verður það text, annars verður það null, þannig ég get enda með 3 útfærslur af þessu fylki, title og null, null og title, eða title og text. Þannig ég vil fá í raun alltaf þegar ég vil bara fá þá fæslu sem á ekki að hérna gera. Þannig ég get sagt hérna filter með boolean, þannig að þetta mun taka boolean hérna konstruktorinn og bera hann saman með alla þessa hluti. Ef að það er null sem er false í, þá mun það vera fjarlægt út úr þessu fylki, þannig að þá mun ég enda út með fylki sem er aldrei með null. Og svo ætlum ég að segja hérna const changed values, það er líka fylki, nema það er ekki að taka þess að heitin á dálkunum, heldur er það að taka gildin sem á að inserta. Þannig að þá segi ég hérna XSS af item title XSS, hérna þarf ég að passa upp á að ég sé ekki að inserta neinu sem er ljótt og þá hérna ætlum ég að segja const XSS jafnt og require XSS
og ég þarf að fara hérna að segja npm install save xss og ég að sjá að ég sé komin í tíma, því afsakið það, ég held að sé svona fljótlega bara að klára þetta, því svo er ég bara búinn í dag. Þannig að við erum með þessi changed values og þessi changed columns, þannig að þá verða updatein hérna, verða í raun ID-ið og síðan ekki changed columns, heldur changed values reyndar, og þetta er það sem ég sendi síðan hérna inn, þannig að ef ég er að fara að uppfæra bara title, þá sendi ég inn ID og eitt stak sem er gildið á title. En þá þarf ég að setja eitthvað hérna. Þannig að þá þarf ég að búa eitthvað til einhvern streng hér. Update query eða updated columns query. Þetta er nú eitthvað laga heitin á þessu hjá mér. En þetta er þá einhver strengur sem er á forminu heitið jafnt og parametrin sem ég er að fara að senda inn. Þannig að ég þarf þá að vita hversu margt er ég að fara að uppfæra. Ég er að fara að uppfæra í raun eins langt og þetta fylki er. Það er af lengð 1 eða 2. Þannig að það sem ég get gert er að segja bara map af changed columns. Þetta á að vera svona hérna. Það tekur inn column, það tekur inn sem er teljarinn, þetta er bara indexin sem við erum að mappa yfir, þetta verður 0 og svo verður 1. Og þetta ætlar að skila mér streng fyrir þessa uppfærslu. Þannig að þá ætla ég að segja að þetta ætlar að skila einhverjum streng hérna og strengurinn ætlar að byrja að vera column-in, sem er þá þetta hérna sem kemur. Þannig að það verður þá title, ef að title er, og text ef að text er, eða bara bæði. Og það á að vera jafnt og síðan það sem ég ætla að uppfæra. Og það sem ég ætla að uppfæra er í raun héðan. Þannig ég þarf að setja hérna $1 var að uppfæra fyrsta gildið, $2 var að uppfæra annan gildið. Þannig ég þarf að segja hérna $, því með template string, plus 1. Þannig ef við sjáum hvað kemur út úr þessu. Nú er það svo löng kemur línan. Ef við gerum svona, einhver villa í gangi hérna, já, ég þarf að starta dótinn aftur. Internal server error, allt í lagi. Þannig að þá erum við að senda með villuna hérna. Bind message supplies 3 parameters sem voru þetta hérna. Þetta eru núna fylki af 3 parametrum. Skoðum hvað er líka þar. Svona. En þú gafst mér enga. Þannig að það sjáum við hérna uppi. Við erum með 4 sem er ID-ið okkar. Við erum með A sem er dálkurinn okkar. Þess að title. Og A sem er text. Þannig að við breytum þessu hérna yfir í A og B. Við gerum send. Fæðum það villina mína. En hérna hef ég A og B. Og hérna hef ég síðan title jafnt og $1 og text jafnt og $2. Þannig að núna bara, ef ég tek þetta fylki hérna og joina því bara hérna inni. Join á komu, þá mun þetta hérna query verða að update item set title jafnt og $1, text jafnt og $2 og svo mun update skila mér réttu út frá því. Þannig við svona. Þannig að núna ger ég send, server error, update items, set title jafnt og 1. Já, út af því að ég er með hérna ID sem nummer 1, þá þarf ég að hækka þetta hérna og hafa þetta plus 2. Þannig að ég bypassa ID-inu og byrja síðan að telja. Þannig að núna fæ ég þetta hérna, A, B,
Og ef ég núna ger hérna foo, fæ ég internal server error út af því að set title jafnt 2 já, ég ætti þetta að filtera út hérna. Núna fæ ég foo og b og ég set síðan text og yay og þá get ég uppfært núna 1 eða bæði í einu.